þú karlmaður og ef þú heldur að þú sért í röngum líkama, það bara þín skoðun, það bara þín trú. Það ekkert hlutlagt sem að gerir fólk trans og ég mótfallin að tala trans eins og það sé einhver þriðji flokkur af fólki sem þurfi að hafa einhver spes réttindi umfram þú veist, umfram aðra þjóðfélagsþegna. Ég einn af þessum fyrrverandi ævilöngum demókrötum. Þangað til 2022 held ég hafi verið sem að allt þetta rugl með J.K. Rowling, öll þessi hatturs herferð gegn J.K. Rowling byrjaði. Þú veist hvað ég að tala. Hún skrifaði grein bara að konur ættu að fá að hafa sín rými, prívatrými í friði. Það varð allt vitlaust í Bandaríkjunum út af því sem hún skrifaði. Ég hugsaði með, býtu hvað það? Ég var að tekka á þessu. Svo ég las greinina og ég bara gat ekki séð neitt athugavert við hana. Og þá uppgöta ég hvað demókratar að gera. Minn flokkur. Þeir að transa börnin. Þeir sem sagt að sko standa fyrir löggjöf og styðja í orði og borði beinlínis að láta skera kynfærin af alheilbrigðum börnum líkamlega til þess að breyta þeim að því þau eru fædd í röngum líkama. Enginn fæðist í röngum líkama. Af hverju segirðu það? Vegna þess að þú fæðist í röngum líkama. Hver ákveður það? Hvað er rangt og rétt? Ef þú fæðist þú karlmaður og ef þú heldur að þú sért í röngum líkama, það bara þín skoðun, það bara þín trú, en það ekkert rangt við. Það ekkert rangt við. Þér getur fundist það, þú getur hvað að vera trans? Ég meina, af því að sko, þú heldur þessu fram, en svo annað fólk sem segir, jú, það víst hægt að fæðast í röngum líkama. Þá ég að velta fyrir mér hvort þú getur lýst fyrir mér hvað þú telur að sé rangt við þá, sko, af hverju telur þá hugmynd ekki standast skoðun? Ég get fallist á það að einhver trúi því að hann sé fæddur í röngum líkama. Ég fellst ekkert á að það sé einhver hlutlægur sannleikur. Fólk getur trúað því. En hlutlægur sannleikur með mannverur að mannverur skiptast í karlmenn og kvenmenn, karlar og konur. Og síðan eru karlar og konur, við erum öll annarkvort gagnkynhneigð, samkynhneigð eða tvíkynhneigð. Og bara full stop, ég segi. That's it. Það allt og sumt. Það hefur ekkert annað verið sannað, Nei, ég segi, eins og Helen Joyce, breski rithöfundurinn sem að skrifaði eina fyrstu bókina til að gagnrýna þessar kenningar, sem að var vinsæl, segi, sýnið okkur þriðja fósturvísin og þá skulum við spjalla þetta. En það ekkert hlutlagt sem að gerir fólk trans og ég mótfallin að tala trans eins og það sé einhver þriðji flokkur af fólki sem þurfi að hafa einhver spes réttindi umfram þú veist, umfram aðra þjóðfélagsþegna. Manni finnst svo mindboggling ef ég leyfi mér að sletta, sko, hvernig við komumst á þennan stað að svona margir, við erum svona ósammála, þar að segja helmingur hins vestræna heims heldur því fram að transkona sé sem sagt kona sem að fæddist í karlmannslíkama. En hinn helmingurinn segir, nei, transkona karlmaður sem að upplifir einhvern veginn og trúir því að hann sé kona. Og þetta eru þessar tvær ólíku skilgreiningar. Og við getum ekki verið sammála þetta, þessi tveir hópar, og þar kemur stóri áreksturinn í þessu samtali. Og annað hlýtur að vera rétt og hitt rangt. Og
hvernig í óskopunum getum við ekki komist að einhverjum niðurstöðum hvort rétt þannig að allir verði bara sammála? Ég held að segja að það sé svona 50-50, ég held að það sé ekki rétt. Nei, þá Já, er ég bara með að við að demokratar og republikanar eru cirka 50-50% í Bandaríkjunum, sko. Jafnvel, könnun New York Times Já, nýleg leiddi í ljós að þetta er 80-20 mál hjá allavega þeir sem tóku þátt í könnuninni. Og jafnvel 60 og hvað var það, 8% demokrata. jú, það er rétt, ég hef séð þessar tölur, og það er einmitt verið að tala um að sko, hverslas kamikaze suicide stefna þetta er fyrir demokrataflokkin á þeim prosentum að 80% þjóðarinnar eru ósammála þessu og meðan að demokratar kjörnir fulltrúar eru 90% sko, með þessa Þeir línu. bara ætla að deyja á þessari hæð. Já, En það er búið að taka demokrataflokkin, búið að taka hann yfir af öfga vinstri öflum og þeir ætla greinilega ekkert að sleppa stjórnartömmunum. En eins og ég segi alltaf, ég yfirgaf ekki demokrataflokkin, þeir yfirgafu mig